Ég ætlaði að fara í Pilates í fyrsta sinn í dag, en ég mætti seint og það var búið að taka alla bekkina. Ég er búin að taka mjög erfiða æfingu og tröppur og nú ætla ég að taka smá klif. Jæja, það komið eftir mér og sorry, ég verður að vera með þessi gleru út að ég er á móti glugganum. Það er svo fallegu dagur, það er sko held ég 17 gráður úti og sól, en þegar ég var að labba í Laugardalnum þá var samt svona lauf á jörðinni og orðin nokkur lauf orðin gul. Nei sko, ég elska haustið svo mikið. En dagur minn er að byrja ekkert eðlilega bara feilað. Ég sem sagt var skráð í fyrsta píldistíma minn í dag kl. 9:20. Og auðvitað er þetta fyrsti dagurinn í Reykjanes, fyrsti dagurinn í bara marga mánuði sem að Ólafur, þú veist, fer að gráta þegar hann er fyrir leikskólan og vill ekki fyrir leikskólan og er erfiður morguninn og bara allt gengur einhvern veginn ekki eins og gengur vanalega. Maður á sko að mæta 10 mínútur fyrr í pílatestíma, eftir fyrsta pílatestíma sinn og ég mætti eiginlega bara á slaginu. Og sko málið er, ég var búin að panta mér á World Class Gymwear nokkra svona pílatesflíkur, meðal annars pílates sokka, svona gripsokka sem maður á að vera í. Og það kom ekki helgina, þannig ég þurfti að kaupa nýja sokka í afgreiðslunni. Þannig ég fór, þú veist, bara beint í afgreiðsluna því ég mætti. Og þá auðvitað, þú veist, að því það er 1. september í dag, þá var bara Íslandsbanka appið að krasja og bara vildi ekki læra mér leggina mig. Þannig ég var ógeðslega lengi eitthvað svona að borga og ég var mætt 22 mínútur yfir upp í salinn og ég labbaði inn og þá voru allir bekkirnir teknir og ég bara að grínast. Þetta var bara ekki meant to be í dag, þannig ég tók bara ógeðslega góða æfingu í salnum, leg day, ég alveg bara svona, ég finn bara ég er bara með svo miklu haspurur, svo tók ég tröppur og maga. En ég sem sagt mætt niður í vinnu núna að fara að taka 2 kúna, hún á ekki að mæta fyrir næstu 25 mínútur, þannig að ég er svolítið snemma í því. Komið næsti flatköku með harðsóða eggi og kefír sem ég næ þá að borða. En já, svo bara eftir vinnu fer ég í búð, tek viku, innkaupin. Ég er búin að gera matseðil fyrir vikuna, ég skal setja hann hérna. Ég skal reyna að setja alltaf matseðilina svo þið fáið líka svona inspo. Því ég ætla að reyna að vlogga, þú veist, eiginlega hverju viku. Þannig þá fáið að sjá alltaf matseðilina mína. En sko, ok, bæði náttúrulega ef þið horfið á seinasta vídeóið mitt og ef þið voruð að fylgjast með mér, þú veist, fyrir ári, þá vitið þið að ég elska svona reset og svona haustið og þetta er bara svona minn tími. Ég finn svo næs bara svona eftir sumarið að koma mér aftur í rútínu og búa mig til ný markmið og ný æfingar, plön og allt svoleiðis. Og ég var sérst að skrá mig í Pilates, ég er búin að vera biðlisti 1,5 mánuði þannig ég var bara komist inn fyrir helgi. Ég veit ekki alveg hvernig fyrsti tíminn verði þá fyrst hann var ekki í dag og því ég kemst ekki morgun. Og á miðvikudaginn ætla ég að fara í 80s hot fit tíma hjá Natalíu. Gæti kannski á 5-daginn. Já, ég kemst á 5-daginn. Ég get farið á 5-daginn, ok. Smá pirrandi svolítið langt í það, en við ætlum sem sagt að resetta okkur saman í þessu vloggi. Ég vona að þið fáið motivation af þessu vloggi að gera þetta sjálf. Sko þegar ég er á svona reset, komur eftir rútínu tímabili, þá romantasæsa ég lífið mitt ekkert eðlilega mikið og reyna að gera það ógeðslega svona wholesome og ég set mér alltaf ný markmið mánaðarlega. Ég er ekki búin að gera markmiðalista, ég náði því ekki í gærkvöldi, þannig ég ætla að gera það í kvöld. Það ætla ég að deila með ykkur markmiðin mín og já, reyna bara að hafa þetta svolítið svona peppandi, skemmtilegt, wholesome vlog. Ég ætla bara að fara að vinna, ég á að vera klára, maður sjá hvernig er ég búin. 2:00 í dag, þannig að það er bara cozy. Klukkan er 11 núna. Tökum bara aftur check-in eftir vinnu. Jæja, ég er komin heim. Búin að fara í búð. 2 pokar í dag, 12.000 krónur. Sem er þetta mjög fínt út af ég er að fór í búð helgina, þannig að þetta er ekki það mikið. Keypti egg, jarðarber, fyrir matinn í kvöld, þetta er vorleikur. Þetta var nýtt hopp. Þetta á að vera 7 g prótein, 7 g trefjar, einhvers konar hollustupopp og ég held að þetta sé svona sykurpopp, svona sættpopp sem ég elska, þannig ég vona að þetta sé þannig. Mjólk og rjómi, ávextir, pylsur fyrir Brynjar til að eiga í
hádegismat. Skonar nokkóar og kollar fyrir Brynjar. Ég sko alveg hætt að drekka orkudrykki. Stundum kaupi ég mér San Citro Nokko til að eiga í vinnunni ef ég er að vinna seinni part, en ég vil bara í kaffinu. Tómatsúpa á, hvað var það, miðvikudaginn. Oatly, systir mín var ekki ánægð að sjá að ég er að drekka Oatly eftir í kaffi með. Acai grunnur, ég er bara að fá mér þetta bara núna. Barbell í kaffið og eitthvað fyrir matinn í kvöld. Var ég búin að sýna þetta brauð fyrir hvítlauksbrauð sem verður einhvern tímann í vikunni. Sunnudaginn held ég. Skvísur fyrir Oliver. Og nú ætlum ég að ganga frá þessu og fara svo að sækja Oliver. Ok, ekki mjög aesthetic skál, en þetta er acai með hnetusmjöri, músli og rúsínum. Hvað ert þú að borða? Kaka. Piparkökukeks. Kaka. Kaka. Já. Ok. Oliver, ég sé IKEA. Hún er komin í fattinga. Já, hann er IKEA. Bilaði fattinga. Er þetta IKEA bilað? Hann er IKEA þetta. Ég bara hitt IKEA? Já. Ok. Það er hættinga. Ok. Pabbi, farið hitt IKEA? Já. Já. Halló! Kalvi. Halló. Já, þetta eru mjög margar klukkur. 1, 2, 3, 2 líka hér. Já. Nú erum við að skoða hér. Þetta? Nei, þetta er nýtt. Þetta er svona þvottaefni. Nei, þetta er þvotturlykt. Já, sko. Það er mynd af þvottur hérna. Ég elska þvottarlykt. Haustkertið í ár hjá IKEA, epli og kanel. Þetta er ógeðslega líkt þarna jólakertinu sem er epla. Ég sé það. Mjög gott, þetta er taka eitt svona. Sæna tusku. Ég ætla að fara með þessi niður á stofu. Þetta er vaniluktin sem er bara svona uppáhaldslyktin mín. Svona basic, eða svona uppáhalds all season lyktin mín sem er alltaf í IKEA. En svo eru þau með þetta nýja. Þvottakertið, þetta er bókstaflega hreinn þvottur. Þetta fer inn í eina barbyggi og þetta er sama, þetta er epla og kanil, haustlyktin þeirra greinilega. Þetta er hreinn til okkar. Og svo vantar okkur svona fyrir öll kaffin fyrst. Þá er það fyrsta kertaljós árstíðarinnar. Og ég skaust út og sótti pakkan af því að ég ætli pílates á morgun. Nú er smá hrættum að kveiki. Skoðum þetta saman. Þetta eru 4 hlutir sem ég keypti. Eins og ég sagði ykkur áðan. Nú keypti ég Pilates Club gripsokka, þú veist, þegar ég fór í morgun, en ég var búin að panta mér í þessum pakka. Það er nú í 2 sem er svo sem bara fínt ef ég er að fara að gera það mikið. Svo keypti ég nýjar stuttbuxur. Svona merkið hér. Ég elska ævistifsum, ég er orðin háð því bara eftir sumar. Ég æfði bara, ég snerti ekki íþróttabuxurnar mínar í sumar sko. Svo keypti ég eitt svona rappból sem er, þú veist, langrámabólinn sem þú veist, bindir svona svo allir eru í. Og mér finnst ekki að sniðist, þú getur sko bæði verið með þetta í sama mynd. Þú getur bæði haft þetta, þú veist, þannig að hálsból ekki eitt hátt, eða þú getur haft þetta hérna, þannig að hann er svona bundinn og kemur svona vaffhálsból. Herðu! Þetta er ekki rétt. Ég fekk vitlausa tösku. Ok, þetta er svona svört work-class simmer taska. Ég pantaði, held sko brúna sem stóð Pilates Club á. Ok, sérst smá, hún er svona brún og svo stendur work-class simmer og svo hérna undir stendur in my Pilates era. Ég þarf að skipta þessu af því að planið var sem sagt að sérst á þessa tösku núna og hún er gymtaska mín, en hún, þú veist, er með alls konar dóti sem að ég þarf ekkert að vera með ef ég til dæmis bara fara í Pilates. Þannig að mér langar svolítið að svona hafa 2 töskur í gangi, þú veist, þannig bara svona til að létta á þeim. Og já, en ok. Ég þarf að senda afrökklas og skipta þessu, en annars er ég
að pæla í að prófa þessar og kannski bara þetta á morgun. Ég ætlaði að fara að gera markmiðið mín núna hjá kertaljósinu en Brynjar langar að taka þáttinn í herbyggi þannig ég ætla að taka þátt með honum og kannski geri ég markmiðin bara upp í rúmu eftir en kannski geri ég bara á morgun með ykkur. Góðan daginn, það er kominn þriðjudagur og ég að klæða mig fyrir Pilates. Fyrsta, ef að þetta verður ekki að feilað og í gær. Ég ætla að taka kaffið mitt. Okkur gengur betur þannig morgun að koma okkur af stað. Komin í hérna stufsuna, merki hér. Þær eru mjög þægilegar. Þær eru sko alveg stífar en þær eru samt, þú veist, teygjanlegar einhvern veginn. Lýsingin verður alltaf ógeðslega blá og myndarleg þegar ég fer úr baðinu og fram. Og það er að reyna að adjusta þannig að ég veit að ég er ógeðslega blá núna en ok, stufsur. Þetta er alveg cute. Er það ekki? Já. Ég er að fíla þetta. Ég er búin að pakka öllu í tösku hér. Ég ætla að fara í bara, buxurnar yfir að meðan ég skutla Oliver og fer niður í gym. Jæja, þá erum við lögð af stað í leikskólann. Vinkonum mín sem er í Pilates Club og hversu ofta er ég að fara að segja Pilates í þessu vídeói en hún sagði sérst að þegar klukkan er orðin, þú veist, þegar tíminn á að byrja þá má hver sem er labba inn og taka bekk þannig að það er alltaf gott að mæta snemma og ég er á fínum tíma núna, ég mun örugglega ná að mæta svona cirka 10 mínútur fyrr sem er gott til þess að læra á bekkinn en líka, hún sagði þetta væri alveg smá svona, þú lærir, þú veist, frekar augljóst, þú veist, þetta er ekki erfitt að læra á bekki þannig að ég er spennt, ég er klár. Hvað er að frétta með þetta góða veður? Ég er, oh my god, ég er að kafna. Klukkan er 11 og ég tók alveg, ég tók alveg 20 mínútur að labba í Halla. Það var örugglega alveg 2 kilometrar eiginlega. Oh my god, ég er að kafna, ég var að koma mér úr þessari sólabirtu. Það væri æði ef að haustið væri bara svona af því það er ógeðslega fallegt úti en hérna ég er obsessed með Pilates, reformer í Pilates. Þetta var ekkert eðlilega gaman og erfitt. Ég var alveg svona, það sem ég var mest stressuð með Pilates er að mér myndi ekki finnast þetta nógu erfitt. Líka bara, þetta eru bara stelputímar og þetta er bara svona, þetta er svo wholesome eitthvað að mæta bara að vera bara með stelpunum, allir á sínum bekk, allir bara einhvern veginn, ég veit ekki, mér fannst þetta geggjað og mér fannst æfingarnar skemmtilegar, erfiðar, þannig að já, ég er mjög, Ég ætla ekki að vlogga minni keiri, þetta er ástæðan okkur ég var með alltaf stand í bílnum fyrir síman og myndalina mína, en ég ég kom bara til að segja að þetta var ógeðslega gaman og ég þorði náttúrulega ekki að taka upp í tímanum, kannski þorði ég því næst, ég er að plana sko, á morgun ætla ég í heitan tíma, 50daginn er ég pæli að fara aftur í Pilates og föstudaginn lyfta. Byrjaði í World Fit í vor og ég man ég var sko ógeðslega stressuð fyrir fyrstu æfingunum minni þar en ég var sko ekkert stressuð fyrir þessu og bara mæta, þú veist, mér leið bara geðveikt vel þarna og hún, þú veist, þjálfarinn hjálpaði mér bara með bekkinn og þetta var bara næs, ég er mjög spennt að fara aftur. Nú klukkan 8, smá tíma stökk. En það kom smiður til okkar núna seinni part, nú man ég ekki hvernig ég á með þetta raðað. Ok, við þurftum að taka allt út úr barbekjuskápunum þannig að hann var að lækka skápinn fyrir okkur og laga nokkra aðra hluti. Þannig ég er bara að raða aftur inn í hann. Það er svo næs hvað Óli er búin að vera duglegur að sofna seinustu mánuði. Sofnaði bara núna 7:00 og ég er bara búin að vera aðeins eitthvað dúlla mér og svo er ég að byrja aðeins tiltækt núna. Það er samt alveg frekar hreint, ég er búin að ná að halda hreint bara mjög vel þessa viku. Kvöldrútínan mín þessa dagana, þennan mánuð er svæfa, gera allt fínt frammi, ok, ég held ég get ekki hort á mig með hennan side profile. Svæfa Oliver, gera allt fínt frammi, taka saman föt, eða þú veist, ég tek alltaf íþróttatöskuna mína, tek alltaf upp úr henni og set nýtt í hana, seti hliðar
og vel íþróttaföt fyrir næsta dag. En ég ætla að sýna ykkur betur og eftir, þú veist, hvernig ég er búin að vera að skipuleggja dagana mína og bara, ég ætla að segja ykkur sko septembermarkmið mín og svona healthy habits sem ég reyna að fylgja þegar ég er á svona góður rútínu. Jæja, þá er Natalie að fara með stað og ég ætla að sýna ykkur what's in my gym bag og já, bara hvað ég er að fara að pakka onni. Það er bara afsaka lætin, hún er að ryksuga. En þess að ég sýndi ykkur gætt, þá var þetta gymtaska mín. Nema, ég setti sem sagt post á Velferð og þú veist, sagði með töskuna og ég má sækja rétti töskuna bara í afgreiðslulegar og ég má eiga þessa. Þannig að sorry Kensen, you're out, you're in. Þessi er stærri, þú veist, hún er lengri sem er mjög næs. Jókahangla, því ég verið heitan tíma á morgun. Það var að vera að laga sturtun okkar aðeins, þannig að megum ekki fyrir sturtu innan næsta sólarhring, þannig að ég þarf að fyrir sturtu í Laugum. Vanalega tek ég, þú veist, make-up, sléttijárn og auka og föt fyrir daginn. Ég reyndar ekki að fara aftur í íþróttafötur eftir sturtana, þannig ég þarf að taka með mér auka fyrir teiknatól, ef ég skildi vilja að taka eitthvað auka. Backup, ylvat, ég satt alltaf með, þú veist, gott ylvat líka. Andlitstónir, greiða, 2 teygjur, ég samt nota þessa aldrei af því hún er svo létt, þú veist, hún er alveg bara. En þetta er mjög góð út í teygja. Þetta er alltaf með svona kickback dæmi fyrir fótinn af því það er ekki kickback-vél í gymminu sem ég fer vanlega í. Ég er að klára þennan body lotion, ég ætla að setja onni. Ég er að setja nýjan body lotion onni. Tannstöngull greinilega, sundkort, 2 svona klemmur þegar ég er á málum, ég sem nota þær aldrei. Skápalykil sem ég nota líka aldrei. Annað ylvat, þetta er Ariana Grande. Ok, þá er þessi orðin tóm. Þessi orðin full. Ég var að sýna ykkur hvað er fallegt úti. Sjáu þetta. Elska sunsetið sem ég fæ á kvöldin. Góðan daginn, klukkan er 6:20. Ég er með það sérstaklega en ég var svona glæra patsa í draugunum. Ég ætla aðeins feska upp á mig. Ég lenti í smá vesinni í gær þegar ég var að edita þetta vídeo og ég edita alltaf, þú veist, ég edita alltaf vídeo þótt að ég sé ekki búið með það, ég bara byrja að edita það sem ég kom með. Og svo tala við gerir stundum að hún fyllir minni mitt án þess að það sé neitt að fylla minni, þú veist, það er nóg minnispláss en það kemur samt bara eins og það sé allt búið. Og allt í einu þegar ég var að edita í gær, þá bara byrjuðu klippurnar mínar að skemmast út af því að talan sagði að það var ekki nóg pláss fyrir þær og ég var bara, what, þetta er alveg nóg pláss sko. Ég var bara geðveikt að reyna að ná klippunum tilbaka af því ég lenti í því vesinni í gær, þá hætti ég alveg bara að taka upp og var að standa í því og fór svo bara snemma að sofa. Eitt af svona, ég ætla ekki að segja svona markmið en samtalið því að byrja, eða kannski frekar, er að hætti símann kl. 10 og reyna að fara að sofa kl. 11. Þannig að síminn minn læsist, eða samfélagsmiðlarnir mín læsast kl. 10 og þá hætti ég bara símanum og ég er búin að ná því núna allavega 2 daga. Þetta er day 3 náttúrulega í dag. Það langar mér að fara á bóksafni og sækja bók þannig að þegar síminn læsist þá kannski get ég lesið aðeins áður en ég fer að sofa. Ok, ég var að gera mig til inn á baði. Ég ætla að sýna ykkur átfitið áður en ég fer. Ég var eiginlega búin að taka af mér aftur og ég ætla ekki að labba í átfitinu inn í salinn eða í gegnum gymið. Ok, ég sést í grænum booty shorts. Svo er þetta bara bómullasamfella, bara einhver sem ég átti. Ég á sko ekki einn einasta sundból. Já, svo er ég með svona svið, eða þú veist, þetta er svona 2003 var andlitið bönd og svo gleraugu og þetta eru stærstu hús sem ég átti. Hárband og svo ætla ég sko að vera með hárið, þú veist, svona hliðartagli. Þá myndi ég vera svona hæ, 1, 2, 3, 4, 5. Þetta er alltaf það besta sem ég gæti gert úr því sem ég átti. Ég átti bústlega ekki neitt 80s. Svo það að taka 4, þannig að þetta er 1, 2, 3, 4. 1, 2, bara tegja við tannu, skiptu sér fót
Ok. Einn annar sólardagur. Að labba út á Vörðuklass. Minn ég þetta sko. Ég fór í sturtu út af því að ég gæti ekki fara í sturtu heima. Því að það má ekki, eins og ég sagði í gær. Nei. Þú varst ekkert eðla lengi að finna bílinn. Ég bara labbaði vitlaust. Sástu snappið svo Nei, Andrea mín, þú ert að labba í áttina frá bílnum, bílnum er hér. Og þú ert að labba frá honum. Já, það er alltaf jafn næs að fara á æfingu svona snemma. Ekki næs að vakna á hana, en næs að vera búin með æfinguna. Og það var ógeðslega skemmtileg æfing og ef einhver þarna er að leita sér að barratíma fyrir haustið, veturinn, þá er náttúrulega að fara að kenna barratíma og náttúrulega er ég alveg bara uppáhalds kennari minn, hóptíma kennari minn. Hún gerir svo skemmtilega tíma, hún er svo hress og ég bara mæli svo mikið með að mæta, þú veist, í tíma til hennar. Þannig að tjekkja á því ef þið eru að leita ykkur á námskeiði fyrir veturinn, barri hjá Natalie Wallander. Klukkan er ganga 8:30. Þetta er fyrsti dagurinn í vikunni sem er ekki gott við. Það var grenjandi rigning í dag. Það var samt alveg smá kósí af því að ég var alveg til í einn bara svona gera ekki neitt dag. Ég tók mér hvíld á æfingu í dag. Ég ætlaði að fara í Pilates en ég var bara svo þreytt hérna. Ég fekk auka klukktíma til að sofa. Ég líka er búin að vera að æfa sunnudag, mánudag, þriðjudag og miðvikudag, þannig að ætlaði að taka einn hvíldardag og svo morgun held ég ætla bara að taka efribóksæfingu og kannski hvílda sig á laugardaginn ef ég fæ í bussum. En ég gerði markmiðalista loksins í gærkvöldi og ég ætla að fara yfir hann með ykkur. Númer 1 er bara að æfa 5-6 sinnum í viku, þannig að æfa basically alla virkadaga og svo stundum taka helgaræfingu. Ég tek stundum hlaup helgar, mér finnst það mjög næs. Númer 2 er vera í calorie deficit. Ég er ekki beint eitthvað svona að banna mér, allavega ekki þennan mánuð, ég er alveg að leiða með nammi. Ég fór að þetta smá. Ég meira svona út að ég er að reyna, missa fitu, tóna mig, kötta, þannig einu sem ég er svona að pæla í er ég sé ekki að mönsa eitthvað svona óþarfa mikið yfir daginn og ég sé að borða í calorie deficit. Númer 3, minnka búðarferðir, sem sagt bara spara, ekki vera að fara hverjum degi til að kaupa eitthvað. Því þá endur alltaf að kaupa 10 auka hluti. Það sem ég reyna að gera er alltaf á sunnudum, þá bý ég bara til viku matseðla og innkaupaseðil fyrir búðverðina og það er bara búið að ganga fínt. Númer 4, aldrei sofna með mikið drasl frammi. Númer 5, enga orkudrykki. Svo ég sagði fyrir í þessu vídeo að ég er bara hægt að drekka nokkuð og ég er alveg að fíla það. Ég ætla bara að halda mig við það og hafa það sem svona smá markmið að vera ekkert að drekka orkudrykki. Númer 6, síminn minn læsist klukkan 10 og ég ætla að reyna að sofna fyrir miðnætti, helst svona 11-leytið, lesa 1 kafla í bók hverjum degi. Númer 8, fleiri göngutúra. Ég var alltaf með svona úr á hendinni, svona æfingarúr sem að taldi skrefin fyrir mig. Svo skemmtist það, eða skemmtist ólinn og ég hef ekki getað að nota það. Og eftir það einhvern veginn hætti ég bara að pæla í skrefunum mínum og göngutúrum. En ég er að pæla hvort ég þurfa að fara að kaupa mér annað úr trakka skrefum og mér fannst mér næs að pæla í svona, það hvatti mér svo mikil að fara í göngutúr ef ég var undir 10.000 skrefum eða eitthvað. Og seinast að teygja eftir æfingar. Ég er svo, þegar ég fyrir æfingu þá er ég svo mikið bara inn og út, ég er svo mikið að drífa mig að taka æfinguna, teka ógeðslega mikið supersets og eitthvað.
og ég teygi aldrei og ég er sko ógeðslega stirð og ég bara, þú veist, ógeðslega oft bara illt í vöðvunum eftir æfingar og vöðvabólgu og eitthvað. Þannig að ég ætla að byrja að reyna að rúlla og teygja og bara svona taka smá svona cool down eftir hver æfingu. Þetta markmiðið mín þennan mánuð. Ég er með alls konar svona healthy habits sem ég er að reyna að fylgja líka, sem er bara svona, ég er bara skrifað bara svona inn í dagaplanið mitt með steinefni, borða vítamini mín, drekka nóg vatn, búa rúmið á morgnana, það er bara svona hlutir sem ég svona gerir bara svona auto þegar ég er í svona góðri rútínu. Þá veit ég markmiðið mín og ég ætla bara að enda vloggið á því. Mér finnst alltaf vera svo gott sæna í sig góðri rútínu þegar ég byrja að vlogga meir fyrir YouTube og ég byrja að horfa meir á YouTube. Ég er búin að horfa á Molly May-vídeón sem ég er búin að vera að missa af síðustu mánuði. Ég bara horfa ekki á YouTube á sumrin. Ég veit ekki, nema það séu íslensk. Ég elska íslensk vlogg en það er bara enginn eiginlega að vlogga á Íslandi. Þannig að það er ekki mikið að horfa á þar. En ég er búin að vera að horfa gett á YouTube nýlega og það peppar mér svo mikið og mér finnst mikið skemmtilega að horfa á YouTube heldur en að skrolla á TikTok. Ef það er eitthvað sérstætt sem þið viljið sjá á næstunni þá megið alltaf kommenta það, senda mér eitthvað og við sjáumst annars bara bráðlega. Bye! Bye!